Hvað er það að tala um? Morgkastið? Er það að tala um okkur? Morgkastið? Hvað er það að tala um? Feitofília. Feitofília? Heyrðu, Erum við nýlega rássins? við erum nýlega rássins í Podcastið? podcastinu. Reyndar Ég byrjuðum. sé þetta, það kommenta ofta á okkur á TikTok. Hvað, nýlega rássins? Nei, morgkastið. Ég kommenta þær hjá okkur. Já, út af ég sem samfélagsmiðlastjórinn að standa mér svo vel, sko. Við erum að fá kommentur á öllum áttum, sko. Já, geðvitt. Já, sjátt á þetta morgkastið. Það er ekki geggjað. hart. Já, við erum að taka upp. Sara var að segja okkur frá... Sara var að segja okkur frá því að stelpunir í morgkastinu. Ekkert sorry, þetta er bara fallegt. Hún var bara meiri yfir þessu, sko. Já, hún var hágrænjandi yfir þessu. Hún var öskur grátandi og hún neig niður Nei, niður og gleði, sko. úr gleði. En það Hún er svona gleðikona. Já, hún er gleðikona og Sara og þetta er ástæðan fyrir að við gerum þetta. Það er Fyrir gleðikonurnar. Já, Fyrir gleði konunar. Vertu velkomin. Velkomin. Við erum aftur í 1700 fermetra stúdíun okkar. Já. Og ég segi bara velkomin aftur. Takk fyrir. Sérstaklega, innilega. Yndislegt að vera hérna. Þetta er ógeðslega næs að vera Já. bara heima í stofunni. Já, Heima í ógeðslega stóru stofunni. Já, grís. Það er svo gali hátt til loft, sko. Grís, það er eins og það hefur bara gleymt að gera þakið og bara, fuck it, gera það hérna bara. Allt og hátt. Hvað segirðu? Ég er góður. Mikið. En þú? Ég er góður. Takk fyrir að koma. Ég er bara happy og hydrated, maður. Já, Já. það var nú smá misskilningur okkur á hann. Já, þú hérst að við erum að fara niður í stúdíó. Nei, ég held að við varum Nei, að fara að já, þú vera hélst að við hér. varum að koma Þú veist hingað. að við varum að fara upp í stúdíu. Já, Þú sagðir 8:30 en Já. samt einhvern veginn þegar ég mætti til þín rúmlega 8:30 þá varst ennþá bara heima. Já, ég var ennþá að svæfa strákuna. Já, Við glemdum okkur aðeins. Já. Já, við náttúrulega erum að leigja stúdíó. Og ég held að við munum aldrei klára þetta stúdíó. Erum við ekki alltaf að fara að vera bara eitthvað. Við erum með svo næs setup. Jú, þetta er svo næs svona, sko. Já. En það er kannski alltaf lægi, það er næs að hafa svona headquarter. Já, skilurðu. algjörlega. Og hafa eitthvað svona space til að tala skilur. Já, við erum í boði Hagkaup Oh yeah, og Dominos. oh yeah. Dominos. Og svo sé Happy Hadrit. Og við þökkum þeim kærlega fyrir það. Og þið ættu þær að gera það líka, kæri hlustundur. Því að án þeirra Þá er þetta land ekki neitt. Nei. Já, eða þá verðum við ekki ennþá. Já, og þá væri ekki heldur landið. landið. Og ég fór að Hagkaup aðan. Já, hvað hefst þér? Greinlega en kjúla maður. Dos. 2. Já, ég tók A Perfect Weekend. Ég Happy fékk Hadrit Dominos. Ég fékk með Dominos 2 kvöldir í röð. Aha, Já, og það er bara, þú veist, það er. það er. Já, Hvað, það var. hvernig pizza veist þér? Ég fæ mér alltaf bara custom, sko. Custom made fyrir kettlin? Custom made fyrir ketlinn, pepperoni, rjómaost, ananas og cajun krydd. Já. Það er, Þú ert ananaskall. það er minn tepalli. Já, ég fíla ananas. En þú? Nei. Það er ein pizza sem ég get borðað ananas á, það er hvítlugur. Já, Dris, einmitt. Já, sem er ekki, þú átt þá síðu það ekki. Jú, ég á lénið, sko. Já. Bara hann ef Dominos vill eignast það, þá bara... En já, það er gott að hafa, sko, þó við séum að taka upp heima, þá er gott að taka hérna morgunbollan Já. í stúdíónu. Og við náttúrulega erum búin að hittast þetta núna því við erum að renna yfir fyrirtæki sem við getum haft sambandið til þess að halda áfram að sponsa podcastið. Já. Þannig að það er svona, ef þú ert með fyrirtæki Já. á Íslandi, þá er svona 90% líkur að við sem að fara að heyri þér í vikunni. Já. Við skrifum ekkert eðlilega langan lista. Við erum að fara að senda. Já. Og já, hvernig hvað gerðum helgina? Ég var bara rólegur. Mm. Ég gerði ekkert rosa mikið. Nei. Varstu ekkert að vinna í skúrnum í frostinu? Nei. Nei. Jú, það var fyrir helgi. Nei, annars ekkert Nei. rosa mikið. En þú? Ég Ég man ekki eins og hvað ég var að gera um helgina. Nei, ég tók kósi á föstudaginn og svo var ég með gigg á laugardaginn. Já, jú, ég fór í sessjón á laugardaginn með Þormæði. Já. Hann var svo þurfti hann að fara í sumarbústað til að mixa plötuna þína. Já. Svo er með það. Nei, bara. Já, djöfull er ég orðinn spennt fyrir henni. Já.
hann hefur aldrei, sko Þormóður er að mixa plötuna mína og fyrir ykkur sem veit ekki hvað það þýðir þá er hann basically bara, hann er að hljóðblanda plötuna Fyrir þá sem veit ekki hvað það þýðir var hann að hækka og lækka í mismunandi hljóðum í læginu fyrir það hljóma vel og hann hefur aldrei sendt mér svona mikið á meðan hann er að vinna í einhverju dóti frá mér hann er búin að senda 3 sinum bara gaur, þessi plata er í ruglinu ég er mjög spenntur fyrir að hann kom út viltu eitthvað já, ég kannski skúpaði bara hér, hún kemur út 15. apríl staðfest 15. apríl 15. apríl og hún heitir Tónlist til að sigra við fuck 15. apríl, er það fössari? Ég held ekki ég langar bara til að gefa hún út meðan apríl og ég hugsa bara, hvað er meira meðan apríl en miðjan á apríl og já, Tónlist til að sigra við já. Er coverið klárt? Coverið er ekki klárt en ég er með hugmynd að coveri sem ég vil gera og ég er með góða menn í því Hefur eitthvað farið út í hvernig platið er? Eða þú veist hvernig lög og Þetta er, sko, mér finnst titillinn lýsirinn nokkuð vel, sko, tónlist til að sigra við þetta er valdablandi tónlist mér langaði að gera tónlist og þetta er svona svolítið sigurhringur bara það er búið að þetta er svona mjög inclusive plata já, það er búið að ganga það er búið að ganga mikið á núna síðustu svona 2 ár síðan ég gaf út síðustu plötu og ég er bara búin að gera mikið og sigra mikið og þetta er svolítið svona sigurhringurinn og ég sá fyrir mér að fólk geti hlusta á þessu plötu þegar það er á leiðinni í atvinnuviðtal eða í leiðinni próf eða í rektinni eða eitthvað svona og er bara ok, það þarf að sigra eitthvað í sínu lífi þá er þetta playlistin Gætur ekki ég var bara að hugsa það núna gætur ekki fengið sigra forræðistilurnar já fá aðra hver helgi aftur já sleppu þessu viku kjátt gætur og verður bara aftur með ein helgi alveg nóg sko gætur ekki já kannski þetta er hugmynd væri ekki nett ef þú myndir láta sko bara filma einhvern vörubíl sem væri bara að keyra allan bæinn að blasta plötunni þegar þú gefur hún út já bara ef ég þekkti einhvern sem að væri með jarðvegsfyrirtæki eða eitthvað með fullt af bílum já geti ekki gert KPE x E7-verk það var reynda geðvikt plastra alla bíluna jú alla 40 bíluna þeir eru ekki svo mikið að filmum já það er mjög góð pæling já bara hugsa geti verið bara einhver kólsvartur vörubíl að keyra bæinn með blasta plötunni skilur bara já blasta plötunni já einmitt og bara með auglýsingu skilur já einmitt já geti verið málið sko bara einhver illa sveittur vörubílstjóri skilur fucking nettur já og hvað þið eru að fara út já við erum að fara út þannig við ætlum að reyna að ná 2 þáttum já en það gerist ekki þannig að næstu 2 þættir þá nei þetta eru bara næstu einu þáttur af því að þessi þáttur kemur út á 5. er þetta bara 1 þáttur já ok ég held það nei þetta eru 2 þættir það er ekki nei þetta er 1 þáttur þetta er svo spennandi núna sko right now sko þetta er 1 þáttur af því að þessi þáttur kemur út á 5. já svo þarf þetta að covera 1 þátt og ég kem heim já ég kem frá því þið megið senda á mig ef þið viljið einhvern gestastjónda eða líka ef þið viljið að ég sé bara einn að get bara ávarpað ykkur skilur einhvern veginn í bara 90 mínútur rætt málin fengið að tjá mig alveg svo byrjaði ég í 5. bekk já 5. bekk og þá einhvern veginn byrjuði vesinni sko með að þá var mér byrjað að stríða mig sko námsaga hugins ég var í 6 grunnskólum sko þetta er bara hlýða mjög sem þið hafði ekkert fengið að kynnast á það sko en já við megið komið með hugmyndir að hvað ég ætti að gera í já hvaða gestur þetta já og bara eitthvað skemmtilegt það er sko nú búum við að því að við eigum mikið að frægum vinum ég og þú þannig að það er sko ef að fólk er laust það eru mikla líkur að við getum fengið manneskina sem að þið viljið fá kæru hlustendur og áhörundur við þurfum að finna eitthvað nafn á hlustenduna meðlumir, félagsmyndstöð já, eða félagsmiðlíber hugsaði ég daginn sko eða kerfisfræðingar kerfi við þurfum að finna eitthvað nafn á hlustendur og áhörundur en hvað getur það verið, hvað var maður að kalla það ef maður er félagsmiðstöðinni ég var alltaf að kalla það gerpi feiti en hvað voru töffarandi að kalla það
þetta ekki bara sko, félagsmiðstöð meðlimir er alveg hræðilegt sko. En í hvað félagsmiðstöð varst þú? Ég var í 6 félagsmiðstöðum. Nei, ég var í Púkin í Gráinum. Já, Púkarnir, það er P-U-G-U-N og svo veit ég, manni hvað hétt í Breiðholtinu. Það var félagsmiðstöð. Ég veit hvað meina með þessu. Nei, bara, ekki mismunandi eftir skólum bara. Það var í Hraunbergssjoppu, ég man bara ekki hvað hétt. Var félagsmiðstöðin í Hraunbergssjoppu? Nei, á hliðina, ég held að það heitir Hraunberg bara. Eins og sjoppan? Já, hún er vantarlega í Hraunbergi. Já. Já, ég var í félagsmiðstöðinni Dimmu. Og Dimmarar. Dimmarar? Má, hvað er eitthvað óþjált og asnalegt? Nei, mér nett. Sitt, hvað er óþjált og asnalegt? Já, en félagsmiðstöðvarar. Já, við finnum eitthvað gott. Fellarar. Já, fellar. Það er gott, hvað segir fellar? En það er samt aðeins og það er ógauralegt sko. Ok, við hugsum þetta. Fullt af stelpum sem eru að hlusta. Hellingur. Ég veit það. Þess vegna málar þau alltaf fyrir tökur. Já, en þið megið senda okkur hugmyndir. Já, það er frábærar hugmyndir. En bara þeir eru frábærar. Já, annars blokka ég þig. Þú ert að fara út. Já, ég er mjög spenntur. Trúi. Já, þetta var geðvægt. Já, þetta er bara alltaf að gerast. Já. Hvað ert þú að fara að gera í páskafríinu? Ég er að fara á Akureyri. Þú ert að fara norður? Já, við erum að fara, ég er að spila á Sjallanum. Geðvægt. Býtu, hvað er langt sér að spila á Sjallanum? Páskaballi, hvað er langt síðan? Ég veit ekki örugglega. 8-9 ár? Já, nei, jú, það var 4-5 ár. Já. Það ætlaði ekki bara verið í COVID eða fyrir COVID. Já. Jesus. Man það ekki. Og er að fara að taka eitthvað páskaball. Hver er að spila? Alles OK og Elvar. Eða svona ballhljómsveit bara og svo Elvar. Já. Og við verðum þar á Heiðin Homes sem þú mældi með. Heiðin Homes, Þú mældi með því. Don't get me started. Start. Þar tók ég upp grunninn af plötunni minni. Aha. Já, við fórum. Já, ég man eftir því. Þú varst að posta. Já, ég var að spila einmitt á Sjallanum og Græna hattinum áramótin og gisti þarna á Heiðin Homes. Ógeðslega næs. Við náttúrulega höfum rætt þetta. Við rættum þetta í fyrsta þættinum en þetta er geðveikt og þú ert in for a treat. Ég er að fara að upplifa þetta og ég er endur ekki að fara að taka plötu, ég er að fara bara með fjöluna. Já, og bara fara að taka upp dót eftir sinniðina. Já, alltaf þá að nútum allt. En ég get ekki beðið. Já, er þið með eitthvað svona svaka plan í Flow Ride? Nei, við ætlum í Disney. Já. Annars er ekkert meira planað. Disney, er það ekki, sko, hversu dýrt er að fara Disney? Það er ótrúlega dýrt. Það er ótrúlega dýrt. En er þetta ekki líka? Ég var bara í sjokki, sko. Hvernig, og svo eru bara 100 manns eða eitthvað? Já, það er bara fullt af fólki til í heiminu og líka fullt af fólki sem bara safnar, skilur, í bara 3 ár til að fara í Disney, sko. Þurftu þið að gera það? Ég meina, þú veist, maður fara alveg að bötta þetta. Já, 100%. Ég veit ekki hversu dýrt er. Þetta er mjög dýrt, ég skal segja það off-air. Þetta er, sko, þú þekkjandi þig og hvernig þú ferðast. Já. Þú myndir bara hvað, ég ekki bara fara í Walmart og fá okkur mikla múseiru þar frekar bara. Er ekki Disney bensinstöðarna í kring? Við erum ekki að gista í Orlando, við erum að gista í Tallahassee, það er bara þess ódýrara. Við keyrum bara yfir, þetta er bara 6 tíma geisla. Bara 6 tíma geisla. Já, en maður hefur heyrt það, sko, að þetta sé nefnilega, og svo er borgið svona fara fram fyrir röð líka og hvað. Það er hægt, já. En gera það ekki bara allir, ja? Nei, það nefnilega er ótrúlega erfitt að kaupa það. Þú verður sko fyrst að kaupa, þetta er mismönd eftir görðum, en í Disney, þú veist, Magic Kingdom sem við erum að fara í, þá eru að kaupa miða sem eru ótrúlega dýrir. Og, nei, í alvörunni, ég hlakast til að segja þetta. Nei, ég var bara að hugsa ég var bara að hlæja aftur á þegar þú varst að segja að ég var að gista einhverju Tallahassee eitthvað 6 klukkutímum burtu. Það er svo satt, sko. En ég myndi samtalið tíma að fara í, minnst allt annað með börn. Sko. Já. Ég er ekkert að fara með þá bara einhvern sprautu fíkla garð bara út af því tími ekki Disney. Við erum líka að fara í það, sko. Sprautu fíkla garð? Nei, það er eitthvað svona white trash garður sem heitir,
Gator World eða eitthvað sem er Já. bara allavega á myndum þetta er alveg með góð reviews en á myndum þá lúkur þetta bara svo gaur sem að Tiger veit King. hvar krókódílar eru Jaha. og er að rukka þið fyrir að sína þeir bara $35 á pap sko. Já, geðvikt samt. Já, ég er mjög peppa fyrir því en já, hérna, sko, til þess að kaupa þetta fram fyrir auðvitað mig, þá ertu að kaupa miða Já. þú byrja á því og svo segjum að þú sért skilur bara að fara 10. apríl í garðinn þá farið post 7. apríl 3 dögum fyrir bara nú getur þú keypt addonið að fara fram fyrir röð Já, en málið er að þeir sem er að gista í Disney á Disney hótelum já, þeir fá þetta mail 7 dögum áður já, ok. þannig að það eru allir í rauninni þú veist, Er þetta takmarkað já, magn? já, öll plássin eru búin þannig að þú þarft eiginlega að vera að gista á Disney hóteli til þess að eiga séns á þessu þannig að Disney hóteli kostar mikið addonið kostar ótrúlega mikið Já, og miðaverðið venjulega kostar líka mjög mikið þannig að þetta er eitthvað algjört rugl sko en þetta er náttúrulega optional en það er er náttúrulega þetta það sem hann á að vera frosinn? Walt Disney? hann á, já, er það ekki? Hann á að vera Frozen undir garðinum Já, og þess vegna gerðu þeir myndina Frozen til þess að þegar þú myndir googla Walt Disney Frozen þá myndir þetta koma já, já, það var sagt að, vissir það Peter? Að hann átti að vera, já, til að covera það að hann var í frosinn. það var einhver önnu mynd líka sem að var eitthvað svona hét eitthvað skrítið Pocahontas. Toy Story nei það var eitthvað mynd sem að koma út bara svona frekar nýlega sem Já. að er eitthvað þú veist það var eitthvað önnu pæling að Disney hafi gert þessa mynd og skýrt ekki kannski gert hana þessa en skýrt hana þetta til þess að þegar fólk myndi googla það þá myndi það bara myndin koma upp Ég er að googla hérna. Já, ég myndi þetta bara allt í hennu. mm. Já, og þið eru með einhvern Florida bíl. já, ég var undir eftir að sjá ég er skítrættu við bílalegur eftir þína horrorsögu þannig að ég ætla ekki að Eftir mínu horrasögu? já, ég ætla að fagna bara þegar ég sestur inn sko Já, já. Ég fæ, mér veist samt oftast einhvern veginn fær maður meira næs en maður pantar fyrst mér. já, ég veit það ekki ég var búinn að spyrja gerðugreindina hvort að Já. hérna þetta, hvað er svona líklegast að maður fái í þessum klassa Já, þá var það Chevy Tahoe það er næs. Já. yes, ég held að það sé bara fínt sko bara svona stór jeppi en já Pési frændi er hérna áhorandi hann ætlar að hérna, Já, þetta er fyrst í live þátturinn okkar. já, Við erum með crowd. audience, live studio Ég audience tók myndaðanum á hann, við setjum inn sjónarhóðni hans. hann ætlar að vera hér með Sofju á meðan við erum í burtu Já, geggja. gott að ég góð frændur Herri, þú náttúrulega, þú ert frekar nájaður. Ekki? bara almennt Já, já, bara yfir öllu. já. Hefur eitthvað að lesa í svona Florida Man dæmið það? Þú ert að fara þangað? ég er að fara til Þú ert að fara til Florida? já, Vissur að það er eitt gæi hana starts housefire naked after baking cookies on George Foreman grill. passaði á þessu bylsingum Og það er annar já, hana það sem þú ert að fara keyrðin í Taco Bell og hot sauce bjargaði honum. ha, Hot sauce saves Florida man after car crashes into Taco Bell. hot sauce já, því hann kerði á einhvern degistóran hot sauce pappakassa Ég veist, það fylgir ekki sko. og bara fyllin í eðunar En þú veist, þetta er liðið sem þú ert að fara að honga með já Florida man accused of beating his father to death while out at sea. já Þetta er ég bara að fara að honga með þessu lið Þetta er liðið sem þú ert að fara til sko. Ég er bara að reyna að vara þig við sko. Ég er ekki að reyna að vera næs já, með að segja það frá þessu. takk Heyri, já, já, hérna Harry Potter þennir var að koma. já, einmitt ertu Harry Potter kall? Ég er ekkit svakalur Harry Potter kall sko. en ég man alltaf eftir þessu. En ég hef ekki hort á þetta allt sko. ok, En ég reyndi að horfa á þetta nýlega. já, það var svo friðin og náður Ég man ekki neitt. Nei, en mér fannst þetta svo barnalegt. Er það? Mér fannst þetta bara vera litli krakkar sem kunni ekki að leika, skilur. Ég náttúrulega er ógeðslega góður leikari. En ég var það ekki að ég horfa á þetta fyrst. En þú veist, núna einhvern veginn, þú veist, var ég bara eitthvað shit, hvað þetta er ósannfærandi. Já, sem litlu gerpum. shit, hvað er óraunverulegt Já, sé hvað þetta er þetta óraunverulegt. er ekkert hægt það er ekkert hægt að vera Þetta er ekkert hægt. að vera svona stórt hús innan í þegar það er svona lítið utan Það er líka bara, manstu hvað hann fekk mikið af bréfum. Bara kjaftaði. Það er ekki hægt að framlega svona mikið af bréfum. Þetta er sama bréfið, sko.
Já, algjörlega. Þetta er bara Líka sjönsinn bensin að einhver byrji í nýjum skóla og einhver strax fullt af vin. Það er ekki sjens. Ég hef verið í 6 skólum sko. Ég á enga vini. Ég fekk 6 sjensa sko. Ég eignaðist ekki 1 vin sko. Svo fokkin óraunveruleg sko. Þetta er Bara leiðin í skóla búin eignast 2 vini, já, einmitt. Einmitt. Taktu annan. Bara í lestin eftir bara búin að eignast fullt af vinum. Einmitt. Líklegt dagsins. Útskýrðu þetta fyrir násakjánum í gamla skólanum mínum. Einmitt. Þetta er bara En nei, já, ég er bara spenntið fyrir þessu þáttum sko. Ég held að það eru drullu góður, ég er peppaður fyrir þeim, ég fíla Harry Potter. Já, ég líka. Hefurðu lesið bækurnar það? Nei, en þú. Ég las held ég fyrstu, það byrjaði eitthvað á henni. Aha. Já, bara í fyrra eða eitthvað. Fílar Snape? Já, ég fíla Snape, fíla þú Snape? Hann er eitræður. Hann er geggjaður. Ég spilaði töluleikin hefur yngri í PlayStation 1. Hérna, hvað leiki spilaði þú í PlayStation 1? Ég átti ekki PlayStation 1. Já, einmitt. Þetta er þannig. Hvað finnst þið bara PlayStation 2 þá? Bara 2000 og súrkálega? Ég fekk PlayStation 2 sko. Það var fyrsta PlayStation 2 mín. En varstu það ekki að spila Game Boy eða eitthvað undan? Ég spilaði PC. Þú veist, átti Hercules-leikinn. Já. Geðveikur. Svo spilaði ég hann aftur í PlayStation 3. Það var þetta, þú veist, spila gömlu PlayStation 1 leikina. Það er ekki hægt lengur. Djöfull ferðað í mig. Ég keypti mér PlayStation. Það er komið samt eitthvað svona Classics. Já, en það er ekkert allir. Nei. Svo Hercules-leikurinn er ekki. Tarzan-leikurinn er ekki. Já, ég spilaði hann líka. Já. Svo man ég líka, já, við höfum rætt það mjög mikið eftir hérna svona sem ég fekk með morgunkonni. Já, alls konar eitthvað svona dót. Svona Tímon og Pumba, Tetris og eitthvað svona dót. Mitt. Hérna, sko, ég var tekinn í hérna Common Knowledge fótbolta-quiz í síðasta þætti. Já. Og var mér til skammar. Og ég er með annað í dag. Þú ert með annað. Ok, en svo ætla ég að fá að hefna mín. Já. Já, ég byrja á mínu. Byrjað þú á þínu. Okay. Og þetta er í boði Dominos. Dominios. Common Knowledge fótbolti Vol 2. Best með boltanum. Hvaða lið hefur unnið Evrópumótið oftast? Landslið. Ok, það er allavega ekki Argentína. Því þeir eru ekki í Evrópu, ég veit það. Ég ætla að segja Spánn. Það er rétt. Yes! Ok, þetta byrjaði vel. Ok. Frá hvaða landi er Zlatan Ibrahimovic? Bíddu. Zlatan. My name is Zlatan. My name is Zlatan. Alec. Hann er hérna hann er sko Zlatan Ibrahimovic. Hann er frá Svíþjóð en pappans er frá Króatíu eða Baltic area eitthvað. Það er rétt. Já. Takk. Hvaðan er pappans? Bosníu. Já, ok. Bosníu. Það er bara næsta land, eða ekki? Já. Takk. Ok. Pierre-Emerick Aubameyang. Er þetta alvöru nafn á leikmanni eða ekki? Skrifa P-I-E-R-R-E. Já. Bil E-M-E-R-I-C-K. Bil A-U-B-A-M-E-Y-A-N-G. Pierre-Emerick Aubameyang. Já, hann er franskur. Hæ? Já, hann er franskur. Nei, það er ekki rétt, en hann er alveg nafn. Yes. Hann er frá Gabon. Hann er frá Gabon? Já. Ok. Með hvað liðspilar hann? Núna Marseille. Já. Marseille? Í Franklandi? Þess vegna það sem er að slá saman. Já, þú sé hann í franska boltanum. Já, fransku deildinni. Heyrðu, með 3-3. Takk. Heyrðu, færið eitt hérna. Er Argentína í Evrópu eða ekki? Þessi vefst fyrir sumum. Það var nokkuð kommenti að þessi vefst fyrir sumum, sko. Þetta er ekki alveg eins auðvelt og margir halda, sko. Ég ætla að fá að skjóta á að Argentína sé ekki í Evrópu, heldur Suður Ameríku. Það er rétt. Yes. Ég veit ekki, ég var satt stressaður þetta.
Já, hvort þetta væri klúður. Já. Herra, við erum eitt hérna. Gylfi Þór Sigurðsson nefndu 3 félagslið sem Gylfi Þór Sigurðsson hefur spilað fyrir og 2 af þeim verða að vera, það má bara 1 að þeir vera frá Íslandi. Ok, ég fíla að þú sért búin að setja félagslið þannig að ég get ekki Já, þú getur ekki sett landslið. Ok, sko, Gylfi Þór Sigurðsson hann spilaði fyrir Everton. Rétt. Og það má bara 1 vera íslenskt. Já. Ég veit í alvörinu ekki annað úti sko, en ég veit hann er að spila fyrir Víking og ég veit að hann spila fyrir Breiðablik, þannig að ég ætla að segja Breiðablik og ég veit ekki þriða. Hann spilaði aldrei, hann var, jú, svo sem úlingur Ekki hjá Breiðablik, jú, og hann var í Víking og svo, svo spilaði hann, ertu búin að Ég veit ekki, Tottenham, ég hugsa Hoffenheim og Swansea. Ég hugsa Tottenham, ángríns. Já. Ángríns. Frá hvaða landi er Neymar? Neymar er sko hann er frá Frakklandi en honum bauðst að spila fyrir Bauðst að spila Nei, Neymar, ég er að hugsa Mbappe. Sorry, sorry. Ég er að hugsa Mbappe, en þetta var kannski ekki alveg vitlaust, en fyrir hvern bauðst Mbappe nei, spila? kannski er ég að rugla, en ég las einhvern tímann í einhverjum mými að Mbappe væri, þú veist, franskur, pappans væri frá Gíníu eða eitthvað og honum hefði boðist, skilur, að spila fyrir þá, en hann valdi Frakkland af því að, þú veist, það Gíníu hefði ekkert gert fyrir, ég er alveg út að skýta þetta. Hvað er ég að segja? En Neymar? Neymar, hann er frá Spáni. Nei, hann er frá Brasilíu. Sko Pétur er í kasti hérna. Ok, það er þessi, þú ættu nú að fá stig frá þessi. Varst í laginu eins og bolti í æsku? Þetta er nú stig. Já. Já, hvað er rétt svarað það? Það er já. Ok, vel gert. Þú ert það með sko 1, 2, 3, 4, 5 af 7. Ok, í Skotlandi er mjög frægur rígur milli 2 liða, þekktra liða. Hvaða lið eru það? Ég myndi alveg segja að þetta væri common knowledge fyrir svona basic fótbolta knowledge sko. Það er FC Skotland. Svo þeir eru alltaf sterkir, FC Skotland. Nei, ég hef ekki hugmynd. Það er Celtic Já. og Rangers. Ok, ég hef aldrei heyrt þetta á Ekki? áður. Nei. Þetta er bara einu liðin sem vinna. Rangers er íshokkilið, veit ég, og Celtics er náttúrulega körfuboltalið. Já, Þannig að þú ert eitthvað að rugglast, kallar mig. Ég er eitthvað að ruglast, ok. Það eru 2 spurningar eftir. Já. Er Danny Drinkwater alvöru leikmaður eða er það alvöru nafn eða ekki? Þetta er sko ég held Double D, sko, Danny þetta Drinkwater. er það fáranlegt nafn að ég held að þú myndir setja þetta inn til þess að reyna að klekja mér, en svo hugsa ég ef að það væri einhver með svona fáranlegt nafn þá hefði ég örugglega, þú veist, myndi ég muna eftir því. Danny Drinkwater, ég ætla að segja já, hann er til. Hann er til. Yes! Þetta er svona mjög þekkt svona, þetta er mjög þekkt svona skemmtilegt grín Já, sem er oft notað í veislustjórnum og svona. já, eins og þú ert að taka Sem ég er að taka að mér, ef fólk vill eitthvað svona. Já, huginveislustýrir@hotmail.com. Svo er ég með eina yfirbót. Ég er búin að skrifa 4 lið, 1 af þessum liðum er alvöru lið. Ok. Ok, ég er með Waterhead United, Já. ég er með BSC Young Boys, ég er með Lama Kia CF og Purston FKT. BSC Young Boys er alveg lið. Það er rétt. Já! Ok, þetta var svona geðvig. Þú fegst þig hérna læginu svo bolti, Argentína ekki í Evrópu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 af 10. Þú voru aldrei fengið svona á einhvern. Já, ég þakka kærlega fyrir. Ertu meir? Ég er meir og ég vil meir og hér færðu meir. Kekja. Hér er nýtt quiz frá mér. Common Til, já. knowledge, allt edition. Það er svo vítt. Já.
eins og þú. Wow. Ok. Þú ert svo nasty. Þetta common knowledge er í boði hagkaupa. Hér er ekki stjórn. Já. Sem er kennt við valkyrjur. Já. Nefndu valkyrjurnar og í hvaða flokkar eru? Inga Sæland. Inga Snæland. Þú veist hvað. Það er eins og sjoppan. Já. Og hún er í Viðreisn. Mhm. Og hún var brjáluð út á skónum, manstu? Já. Þetta er bara svona aukastig fyrir mig. Hún brjáluð í skónum, hringdi í skólastjóran. Já. Já. Bæði klæðihúsnæði. Og svo er Þorgerður Katrín. Mhm. Hún er í Framsókn. Mhm. Og hún var handboltakempa, mamma Gísla Þorgeirs og var dómar í Ísland Got Talent. Þetta eru 3 aukastig. Og svo er ljósherða sem er frænka Fannas. Fannas í hlaðfréttum. Og Frostadóttir. Kristrún Frostadóttir. Já. Eða ekki? Fyrir hvað flokk er hún? Og hún er náttúrulega bara í þeim helsta. Og það er Sjálfstæðisflokkurinn. Og hún er frænka Fannas. Já. Hvernig var þetta? Það var ekki eitt rétt svarið þar. Jaha, já, nöfnin. Nöfnin eru Katrín rétt. Frosta, Kristrún Frosta. Nöfnin eru rétt. Já, það eru stig. Nei, það er ekki stig. Kristrún Frostadóttir leiðir Samfylkinguna Já. sem er svona ákveðin andstæða Fylgjast saman. við Sjálfstæðisflokkinn. Já, ég bara myndi ekki annan flokk. Þorgerður Katrín er fyrir Viðreisn Já, og Inga Sæland fyrir Flokk fólksins. já. Hún er svolítið þar. Já. Eins og mig grunaði. Þetta er bara nákvæmlega eins og mig grunaði. En ég ok. náði nokkur aukastig þarna. Já. Svona súkulega stig. Hér á árum áður Já. var gjaldmiðill á Íslandi sem var minna en króna. Já, Hvað hét það? aurar. Rétt. Það er alltaf í Danmarku. Já, ok. Þess vegna veistu það. Föðurlandsvíkari. Hvað eru mörg fylki í Bandaríkjunum? 50 kallum minn. Það er rétt. Yes, ok, heyrðu. Og ég ætla að gefa þér aukastig. Það er misjátt, það er samt stundu sagt eitthvað 52 eða 51. Af hverju? Bara sem ég segja. Sem bara segja það og ég veit ekkert af hverju að þau myndi segja Já, það. ok. Þau segja það sko. Þannig að, Uh, ég skil ekki hvort að spyrja mig út í það. Nei, Það já. er bara sumir sem segja það en ekki ég. Hvað heitir fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins sem lést nýlega? Dabbi Kongur, Davíð Oddsson. Yes sir, það er rétt. Og ég er samt ánægður, ég er aðeins að ná mér á strik núna. Algjörlega, þetta byrjaði ekki sterkt hjá þér. Nei, en Nefndu ég fekk auka já. stig þar. Hall Tómasdóttir er fórseti vor. Hvað ár fæddist hún? Tjók. Nefndu 3 karlmenn sem voru í forsetaframbúði á mótinni. Já, ég get gert það, elsku drengurinn minn. Já. Og ekki bara út af orð svo yndislegur við mig. Hættar henni að sjá á aðeins minn. Það er ekki Arnar Þór, Jón Gnarr og svo er gaurinn sem bjó til sin eigin bíl hvað heitir hann aftur? Hvað heitir hann aftur? Þannig að hann er alltaf í framboði. Hann er alltaf í framboði. Það ættu nú að vita hvað hann heitir. Já, ég ætti að vita hvað hann heitir. Hann heitir eitthvað Ásgeir. Fýta aðeins. Ég verð að fá að kalla tíma. Fýta aðeins. Býtu, gef mér 5 sekúndur. Jón Gnarr, Arnar og Anna Sindri. Er það ekki? Það var smá skrítin sögðu sem ekki ég. Já, Sindri? Hérna það ekki? Hvað er þetta að tala um? Er ég að gleyma einhverju með það? Já, framboð til forseta. Sko, ég var allavega en já, þú ert ekki með þetta rétt sko. Ekki nema þessi Sindri sé einhver sem ég er að gleyma. Já. En hann heitir Ástþór Magnússon. Ástþór Magnússon, já, ég sagði Ásgeir.
Það er ekki samt það semistig. er ekki sem í stig sko, það er því miður ekki stig. Sumir myndi segja að Suður Ameríku sé sem í Evrópa. Ástþór, Arnar Þór, Axel Pétur. Baldur. Ég er að tala um Baldur. Já, þú talar um Baldur, já. Já, það er nána að skrifa eins og Sindri samt. Já, þú kannt ekki skrifa. Kannt ekki að skrifa. Þannig að þú varst með, þú fegst stig fyrir Davíð Oddsson. Já. Herðu, það er ein spurning í lokin. Hvað er þetta margspurninga? 6. Þetta er valkjörustjórnin, Davíð Oddsson, Aur, Fylki í Bandaríkjunum, 3 kallmenn sem voru í forsetaframboði. Já, og svo er 7. spurningin. Hvernig gat ég samt ekki vita að Ástþór Magnússon sem er gaurinn sem ég Mistu svindum með? misti sveindum með? En það er 7. spurningin. Hvað átti Jesú marga lærisveina? 12. Það er rétt. Þetta er samt ágætis framistæða. Já, já. Ég vissi ekki, ég vissi oh. Heyrðu, það eru þá. Þú fegst Davíð Oddsson, 12 Aur, Fylki í Bandaríkjunum. Þetta eru 4 stig. Ég glemdi líka Guðmund Felix sem að lét græða á sig hendunar. Var hann í forsetaframboði? Já, og líka Angela Snæfellsjökuls Rawlings. Nei, ég er að tala um Viktor. Sorry. Já, sem var hann maður fólksins. Þetta var ekki bara Já, einhver maður sumra, gaur. Já, jú. Ég er að tala um hann. já. Ég held að hann er Sindri. En Viktor er samt líka með svipað í stafsendingu. Þetta er alltaf bara snilt. Já, þú stóðst þig vel. 4 og 6. Það er bara drullu vel gert. Ég er nokkuð sátt með þetta. Ég veit ekki að ég er ekkert svo sterkur í pólitík, sko. En, Nei, ég meitt vissi það. Þess vegna, þú veist, ég vildi ekki hafa þetta bara pólitík, sko. nei, ég er ánægð með það. En ég vissi nöfnin, ég var ánægð með það. Já. En náttúrulega aðaldæmis ég vissi um Kristrún er hún frænka Fannar, sko. Sem Þessi er náttúrulega ljósara- sem er gæðastipið. Þessi ljósara þarna í sjálfstæðisflóknum? Já, sem er frænka Fannars. Já. Og Inga, þú veist, það sem ég man mest af henni er þetta hann að hringt út á skónum og Já, Þorgerður Katrín út að hún var dómar í Ísland Got Talent. já, einmitt. Hver er þín skoðun á ESB? Nei, ég segir hvað ég er búin að vera að gera. Og ég þarf eiginlega að hérna, já, í rauninni leggja öll spilin á borðið. Ok. Borðið, fyrir þig. Þú ert búin að setja gildru fyrir mig út í atvinnulífinu. Ertu að fara að sem viðkynna það núna? Við erum búin grunlunda lengi. Er það sem er neikvæður reviews eru á Google? Já. Nei, hérna, þú ert búin að vera að senda mér eitthvað dót Já. á Instagram, nei á hérna, Messenger og Instagram. Já. Og þú spyrir mig hvort ég hefði séð eitthvað og ég segi bara nei. Það er að því að ég deletaði Instagram Í alveg og TikTok og Facebook og hætti að skoða fréttamæla. Það er samt alveg næs. Ég er búin að vera clean frá því í síðan 15. Það er næs. Já. Svo fór ég í brunns í gær Já. og það var verið að tala um einhverja frétt sem að gerðist eitthvað hella á föstudaginn og ég vissi bara ekkert hvað fólk voru að tala um. Já. Og það var bara, tjóðlar næs. Ég veit ekkert. Varstu alltaf komin inn. Ég er bara ekkert hirt um þetta. Já, ég alveg tilkynnt það. Gling, 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 gling. Já. Nei, já, ég ákvað að tóka, ég ætlaði að gera þetta bara þegar við ferum út í Flórida en ég ákvað Já. að taka smá forskot á sæluna. Já, geðveikt. Ég tók hann eitthvað tímabila sem ég var ekki á Instagram og líka ekki á TikTok og eitthvað. Þetta er alveg næs að Hreinsa hugan aðeins. já, og ég tek líka tarnir sem ég les ekkert rosalega mikið fréttir, sko. Nei, En þú ertu líka að taka núna 15 ára tímabila svo lest ekki bækur. Já, það sem er svo gott að taka svo tímabil, skilja þessu núna, bara 15 ár. Og svo Bara alveg clean, bara alveg clear headed, ég hef sko. ekki lesið bækur, bara, Já. veit ekki svo hvort ég kunni lesa lengur, sko. Tókst bara ákvörðun. Já, nei, mér finnst það næs, sko, en mér finnst ég núna í smá svona vana að fara alltaf inn á vísi og eitthvað í símanum. Já, Mér finnst það svolítið vera vani. já, En ég er aldrei að lesa nýtt. Nei. Svo get ég aldrei sagt eitthvað gerðist. nei. Maður bara svona tjekkar alltaf. Já, ég mitt sko, hérna, við náttúrulega unnum quiz. Já. Og mín vitneskja, mín sterkar hlið þarna var klárlega eitthvað svona fréttamila dót, sko. Það var Ég mín bara- veikalið, sko. Gauður, ég fer bara, ég skoða allar fréttasíður bara svona 10 svona á dag. Já. Ég er alveg bara hellaður þarna.
Þannig að ég ákvaða, já, að taka bara allt út, sko. Já, í quiz var ég skoða meira á svona eitthvað, eitthvað svona stemmingsdæmi á meðan þú varst miklu dýpri í pólitík og Þetta var fréttum. svolítið ekkert rosalega djúpa Nei, spurningar. þetta var svo sem bara eitthvað Jón Krann mætti í gallabuxum og eitthvað. Já, einmitt. En mér varst það rosalegt. Hvað er áttið sammeilegt? Hann og Magnús Carlsen eitthvað. Já, skákmeistarinn. Já, Einmitt. ég bara var engunar. Eina sem ég hugsaði var hann að gæðin sem var að svindla með buttpluginu. Já, þú verður alltaf beint í það. Nei, ég er stemmingskall. Ég las einhverja stemmingu bara. Hvað ætlar að vera lengi? Clean. Ég bara veit það ekki. Ég ætla ég ætla bara að sjá til. Er búin að taka út sporin? Nei, já, ég veit ekki, kannski tekið viku eða 2 eða eitthvað, skilur. Já. Svona smá kúplun. Já, líka næst að kúpsa þessu út og svo þarfstu náttúrulega að fara heldur hart í þetta þegar Já, platan þegar ég fyrir að auðvitað plötuna, já. Það var náttúrulega draumur að vera bara með risastóran hlustandi á hér sem bara, það sem við getum bara, platan er komin út og Já. bara, fólk myndi bara vita það. Þið verið að hjálpa. Já, endilega hjálpiði mér. Og Og heyrðu, já, býtu kæri hlustendur, hérna, ef þið getu reytað podcastið já, á það hjálpar rosa mikið já, þá förum við hærra upp inn á Apple podcastinu eitthvað einmitt. og Það náttúrulega er spila þetta í vinnunni spilt í vinnunni bara og segja öllum frá þessu já, skilurðu. og líka bara setja á repeat á meðan og sefur og já, ekki út að hlusta já, það hjálpar ógeðslega mikið það er mjög svona náttúrulegt engagement já, algjörlega já, þannig að núna er þú að fara út á morgun já, ég já, það er mánudagur í dag Ertu með eitthvað planað í sumar eða? nei, ekkert eitthvað svaka nei, Meðferðan í júli? ég er að fara í bara svona, já, en það er nú alveg bara til að geðast tengd á sko Þau eru alveg klikkuð nei, ég tjóka nei, ég er ekki með neitt plan, en þú? Nei, ekki þannig sko Ég er náttúrulega, sko, mæ náttúrulega er bara tónleikarnir Já, 15. mæ En þá til meðar á fjölskyldutónleikana já, 4990 15. maí maður ég er náttúrulega að halda þá tónleika með þér Já Basically sko basically, ég lakka sem til þann dagur, sá dagur Ertu ekki að halda, veit ég það ekki, nei það er 16. sem að Hubbi og Ölver er official eftirparti í Huginn og Ölver 16. maí Byrjar í það er hádeginu ennþá fullt af miðum lausir Það byrjar í hádeginu Það er bara til að halda áfram Já. partíinu í runni official eftirparti nóga miðum til við erum að kera 2 fyrir 1 núna Ert að fara út eða eitthvað? Nei, það er bara ekki planað sko Nei. En já, ég er að spila svolítið þá eftir að tilkynna held ég allt það sem ég er búin að bóka mig Oh yeah There Ég veit að við erum allavega einu sinni að það verður kannski ekkert eitthvað svaka ferð þannig að við förum norður sem við fyrir núna Já, við meðum kannski ekki segja, ég veit það ekki Já, ég veit ekki, nei já, það er svo mikið sem að má ekki segja Þetta er eitthvað Við alvöru erum svo dularfullir Já, En já, erum við ekki bara feskir eða? jú ekki, bara klukkan seint og þú ert að fara út og Já, þið með endilega senda ef að ef þið erum einhverja hugmyndir á hvernig get fengið eða hvað þið viljið fá Já, ef að taka þakklætisvotni Já, ég til já Ég skal byrja Ég er þakklátur fyrir glímudínu Já, sem að ég festi kaup á það er búið að vera helviti gaman að henda strákunum á hana þegar við komum heim á leikskólanum þakklátur fyrir Söru og fyrir að hún náttúrulega hjálpa okkur helling Já. setja allt upp og Hún setti myndina enn upp já, og lána okkur ljósið minni ljósið sitt, já og hún brá ekkert þegar ég kom á hann já, það er náttúrulega Það hjálpaði mér það er svona það sem ég fíla mestu hérna hvað er bregðið lítið Já, bregður aldrei sko já. Það er eiginlega besta við hana sko Hún er alveg yndisleg með það Heyrðu, ég glemdi að segja það sem ég gerði líka um helgina ég fór á Frimbari frændaðin ég fór á jiu-jitsu mót Aha, að horfa bara á aha já og það var haldið upp í Reykjavík Sara, manstu hvað það mót heitir eða? Heitir það eitthvað? Var það Reykjavík Open eða? Já, Reykjavík Open Sub Only
og þetta var jiu-jitsu mót þar sem að fólk úr bara öllum gymum var mætt. Það var gæja hana, ungu gaur, tvítur, sem var að mönna. Hann var að mönna, gaur. Hvaðan kom hann? Hann kom frá Mjölni. Hann heiti Stefán Fannar og hann tók, sko ég náði bara 3 bördugum hjá honum Já. og hann kláraði alla andstæðingarna sína sem ég horfði á Já. með því að halda fyrir vitin á þeim. Þú veist, Já. gaur, Það svo mikil innilókur að kent, það var insane að því þú veist, pældu í því hvað þú þarft að vera góður til þess að, þú veist, það er eitt að, já, þetta er hann. Pældu hvað þú þarft að vera góður að því, þú veist, það er eitt að skilur ná hérna, þú veist, rear naked choke skilur og það er erfitt að losa það þegar þú ert komin í það skilur, en að halda fyrir nefið á munn, það á í rauninni að vera ekkert mál að bara taka höndinu frá. Já. En Má það? Það má, en, Okay. en það sem er svo sturla við það er að skilur, hann þarf að vera búin að ná andstæðingnum í svo hella stöðu til þess að hann sé, þeir eru bara crossfestir skilur, og hann bara og bara gátt ekki losa sig. Þetta er eitthvað óþægilegasta dæmið. Þetta er geðveikt. Hérna er eitthvað Stefán Fannar tvöfaldur Íslandsmeistari í BJJ. Já, hann er hrottalegur. Ég hlakka til að fylgjast með honum. Já. Þannig að sjá þetta hann og Þú ert þakkláttur fyrir hann. Ég er bara þakkláttur, nei, ég var inn, já, ég blandaði sér í annar liði. Já, ég er þakkláttur fyrir að Sara hafi dreigið mig á þetta mót, að þetta var mjög skemmtilegt. Já. Og þakkláttur fyrir bara þessa senu sem er á Íslandi. Þetta er svo gaman fyrir okkur sem höfum gaman að þessu sporti. 100%. Og hún er bara stækka. Og ég held sér bara tímaspilum hvernig það verður próbardagi á Íslandi. Já, algjörlega. Það er náttúrulega verið að testa the waters, held ég, með hana boxbardaganum. Með kolla hana í gamla bíó. Já. Það er pró. Já, einmitt, það er fyrsti próbardaginn. Eða ekki, bara fyrsti próbardagi ever. Ég held það. Það er Og ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað svona á semi-gráu svæði eða hvort þetta sé bara testa þetta eitthvað, ég veit það ekki. Já, eða þá bara að þú veist, þetta er bara úrelda reglur sem eru ekki neinstaðar og það er bara fáránlegt. Já, þetta er bara eitthvað svona, já. Bara Tyrkir voru réttarefir. Já. Þetta er bara eitthvað kjaftaði. Eða hvað, finnst þér að Tyrkir ættu að vera réttarefir? Já, alls ekki. Nei, ekki mér heldur. Fyrir hvað ert þú þakkláttur? Ég er þakkláttur fyrir þig. Takk. Ég er þakkláttur fyrir stúdíuð okkar, eða bara Tónhill. Já. Ég er ekkert mjög þakkláttur fyrir rýmið okkar en Ég heldur að tala um húsið. Já, ég er þakkláttur fyrir þetta stúdíu, já. Ég er bara þakkláttur fyrir heilbrigð börn og stemmingu. Og ég er frá Akureyri. Að njóta. Já. Hvað verður lengi? Ég verður frá föstudag til mánudags. Gekja. Þetta verður næsari. Já, við ætlum bara eða páskunum þarna og chilla sko. Koma svo ég bara gott að eftir það. Heldur það sé einhver sofandi með okkur í eyrunum okkur núna? Mér finnst það mjög líklegt að einhver sem er alveg að sofna. Já. Þetta er allt í góð. Þetta er allt í góð og þú ert ekkert að við endum þáttinn fyrir þig. Ekkert vera að pæla í því hvað þú ert að gera á morgun. Þú getur ekki gert það fyrir á morgun. Já, og þú reyndir bara að slæka á og sofna og eigðu yndislega nótt. Já, góða nótt. Góða nótt. Við elskum þig. Ég elsku þig mest.